Þeir Stefán Bogi Sveinsson og Halldór Högurður áttu í erfiðleikum með einföldustu hluti, til að mynda heimilisverk, skattframtöl og ýmis auðveld verkefni í vinnunni sem myndu ekki vefjast fyrir flestum. Þeir voru báðir settir á lyf sem notað er gegn ofvirkni og athyglisbresti og við það jukust lífsgæði þeirra verulega og verk sem áður voru flókin urðu leikur einn. Stefán Bogi og Halldór gagnrýna báðir harðlega þau áform stjórnvalda að hætta að niðurgreiða þessi lyf og þeir verða gestir okkar í þætti kvöldsins. En fyrst er það viðtal við Stefán Boga og Halldór Högurð sem þurfa framvegis að borga fullt verð fyrir lyf sem gerbreyttu lífið þeirra. Verið velkomnir í Kastljós. Takk fyrir. Skulum kannski byrja á þér, Stefán. Segðu okkur frá því hvernig þú varst áður en þú byrjaðir á þessum lyfjum. Ég bara átti gríðarlega miklu erfiðleikum með að skipuleggja mig, forgangsraða verkefnum og halda einbeitingu, klára verkefni. Og þetta gat verið bæði í vinnu, það var sérstaklega áberandi þegar ég var í skóla og ágerist síðan í rauninni þegar ég fer inn á vinnumarkaðinn. Og svo náttúrulega var maður gleyminn, maður var að gleyma fundum, maður var að gleyma þegar maður átti að sækja konuna og svona ýmis atriði sem gerði að verkum að var kannski ekki þægilegastur í samskiptum, hvorki í vinnunni í einkalífi. Og það áhrif á skapið líka? Já, þetta, það er rauninni, ég var frekar bara uppstökkur að eðlisfari, einhverjum sérlega heima fyrir, að það svona, einhvern veginn, maður gríðarlega snöggur upp á litlu tilefni, gagnvart kannski fólki sem að því skildi, stendur mann næst. Og engar sérstaklega rökrannar ástæði fyrir því, bara mikil hvatvísi í samskiptum almennt. Og þetta svona, ég held að þetta hafi klálega komið niður á þeim sem að næst standa manni. Já, fannstu fyrir þessu lengi? Varst að finna fyrir þessu alveg frá því þú varst barn eða? Já, ég hef fundið fyrir þessu í rauninni, já, alveg síðan ég var barn. En maður, kannski þegar maður þekkir ekki neitt annað, þá gerir maður bara ráð fyrir því þetta sé bara svona einhverjir eðliseiginleikar sem maður er með. Auðvitað ekkert jákvætt, en svona sé maður bara. Og það hafði rauninni ekkert hvarflað á mér að það geti verið einhver ástæði fyrir því og hvað þá það var eitthvað hægt að taka á því og gera eitthvað í því. Þetta var sem sagt þinn athyglisbrestur. Hvernig var þinn? Ég náttúrulega lenti ekki illa í þessu hann. Hann náttúrulega leitist út í lögfræði. Ég byrjaði í skóla, kringum svona 12 ára aldurinn, að fara út í að grínast þar og læra minna, grínast meira og svona allur á iði og athyglin flogin út um gluggann. Og svo er ég eiginlega bara lentur í því. Ég er að vinna við hugmyndavinnu, grínskrif og annað slíkt og hélt alltaf að þetta var eðlilegt að vera svona. Þannig að, ég eins og sé, maður hefði enga forskrift að því hvernig maður átti að vera. Þannig að það er eiginlega tilviljun að þetta greinist hjá mér. Og ég fór kannski svolítið skrýtna leið því að það var ákaflega skynsöm kona sem að píndi mig til þess að taka inn á konsertatöflu. Þannig að ég byrjaði þannig. Hún hefur þá haft grun að það væri þetta sem var að þér? Þar sem að ég var staddur hjá henni á að vinna verkefni sem ég og fá henni til að hjálpa mig við verkefni sem ég var löngu búin að á hundavaði, þá, einhvern veginn var hún þetta næm og sagði bara við mig, þú ættir ábyggilega að vera á konserta. Og ég spurði hvað það væri, þá sagði hún bara það er það sem heldur mér í skóla. Og hún píndi mig til þess að taka eina töflu, þetta er nú öll mín dópsaga, að ég tók eina töflu hjá henni og skömmu seinna fer ég frá henni og er á leið úr Hafnarfirðinni í Reykjavík og undir Kópavogsbrúnni gerist eitthvað merkilegt. Ég hef lýst í þannig að það sem ég er að keyra undir Kópavogsbrúnna hætti ég að vera sammála Steini Steinari. Tíminn var ekki lengur eins og vatnið, hann breyttist í legókubba, ég gat raðað upp hlutum og skipulagt og kom við á 2 stöðum á leiðinni heim að klára hluti sem ég ætlaði að gera mánuðum saman. Og ég átti flug kvöldið eftir, 3 verkefni sem lágu á mér. Ég ætlaði að reyna að klára 1 og taka hinn 2 með mér út og vinna þau úti, bara í laptop, eins og maður var margótt búinn að gera. Ég kom heim, byrjaði á að finnast óreglan á skrifborðinu sem áður var eðlileg, óþolandi. Tók til á skrifborðinu og setti svo við verkið og þetta var uppsetning, Tók skjalið sem ég hafði verið að vinna í og smábreytt og senda á kúnan og fá tilbaka og byrjaði bara upp á nýtt. Lokaði augunum smástund, sá þetta fyrir mér í haustum og rumpaði því af, sendi, fekk samþykkt samstundis.
Þannig að ég settist niður og prófaði hvort ég gæti nú lesið svona on demand, sko. Það hefði bara verið bara frá svona þessi 12-13 ára aldri, það geta lesið bara staka sinni. Settist niður, týndi mér inn á blaðsíðu 54 og setti svo aftur niður og kláraði hin 2 verkefni og tók mitt fyrsta frí sem var frí. Þannig að þegar þú kynnist lífinu þá bara gerbreytist lífið, það má segja það. Já, ég er enda sko það skeptískur og ég hringdi í vinkonu mína sem er sálfræðingur og feikilega klár kona. Af því að mér fannst þetta of gott, mér fannst þetta of mikið og þú veist, mér fannst þetta bara að vera of mikið töfralif. Þannig ég bara treysti ekki eigin upplifun og lýsti þessu fyrir henni í smáatriðum og hún sagði bara, þetta bara virkar svona á fólk eins og þig. Já. Það er ekki flóknara. Og þú varst nú líka búin að prófa eitt og annað og síðan kynnist þú þessum lyfjum. Ég hef bara prófað það þurfti tölvöld mikið að sannfæra mig að fara að taka lyf. Ég hef bara verið að viðurkenna það. Ég veit ekki hvort það er eitthvað við íslenska karlmenn. Við erum ekki mikið fyrir að dæla í okkur lyfjum. En síðan ákveði ég að prófa það og ég finn alveg vel merkilegan mun. Þetta virkar ekki eins og mér og Halldóri, þetta virkar ekki svona drastist, þetta er ekki svona mikil sprengja. En ég veit alveg, ég er allur annar, ég hef miklu meiri einbeitingu, miklu meiri einmitt ístöðu í að klára verkefni. Og og ég, að því litum til virkar þetta, en þegar ég fer af lyfjunum, sem hefur nú gerst, sko, ég hef tekið skammtinn og svo hef ég ekki endurnýjan alveg strax, þá finn ég þetta. En þá fara að koma, sko, skapsveiflurnar, sko, skyndileg brjálæðiskvöst yfir því að sko DFD-spilarinn virkar ekki, sko, og þá fer ég aftur að gleyma hlutum, af því að þá hefur maður samanburð, þá skilur maður hver munurinn er. Og svo náttúrulega þeir sem eru miklu dómbarari á þetta, einmitt er fólkið í kringum hann. Já. En hvað, og núna sem sagt kemur það fram í fjárlagafrumvarpinu að það eigi að spara kostnað, einhverja 220 milljónir á ári með því að hætta niðurgreiða þetta lyf fyrir fullorðið fólk og rökin meðal annars þau að það stendur í fylgiseðli að þessi lyf séu fyrir börn en ekki fullorðna. Ég meina, hvað segirðu við því? Já, ég finnst það allt benda til þess að því að þú segir að rökin séu meðal annars þau. Ég sé ekki annað en það sé bara einu rökin. Það er það eina sem er sett fram. Og já, ég hef þá trú á heilbrigðiskerfinu að læknar væri ekki að ávísa þessum lyfjum til fullorðins fólks nema vegna þess að þau virka. Og ég held að hundruður og jafnvel þúsundir manna allan geti vottað það að þessi lyf er að gera gagn fullorðnu fólki. Og eðli sjúkdómsins er ekki það að hann bara hverfi þegar þú nær sjálfræðisaldri. Og ef þetta verður að veruleika myndi að koma gríðarlega hart niður á kannski sérstaklega krökkum sem eru að fara í gegnum skólakerfið, eru á framhaldsskólaaldrinum og eru á lyfjum og það er kannski það sem er að halda þeim í skóla. Ég hef fengið skilaboð það frá einstaklingum sem bæði hafa komið sér í gegnum skólakerfið á þessu og eru bara í kvíðakasti núna yfir því að mögulega hafi ekki efna á að halda áfram á lyfjum af því að þetta er það sem að virka fyrir þau. Já, þetta er rosalega kostnaður ekki fyrir einstakling. Já, en ég er komin í það aðstöðu í dag, ég get þetta en það er kannski ekki allir. En mér skilst bara, eða mér heyrðist og þessu sem ég heyri út undan mér að þetta sé tæknilega þýði að við séum ekki til. Og nú var forsetafrúin að segja frá því í blaðum daginn að hún hefði greinst í fyrra eins og ég. Og ég held að þessi búið að ganga á nógum áföllum svo að sök sér ef ég er ekki til og raunverulegur en ef við erum ímyndað forsetafrú líka þá er það nú enn eitt hrunið á einhvern máta, sko. Eins og ég segi, ég bara veit hvernig þetta virkar á eigin skinni og það eru lítil atriði eins og að ganga frá skattamálum 6 ár aftur í tíman á þessum 11 mánuðum. Þetta telur og sko, svo bara líka að losna við það, sko. Þetta er einhvern veginn þegar maður hefur ekki einbeitinguna og þetta er voðalega stórt verkefni, þetta skattaskýrsludæmi sem sumum finnst auðvelt, ekki kannski öllum, að þú lætur það slæta 1 ár og svo kemur annað ár og þú getur eitt ímyndað sko, uppsafnaðan kvíða á 6 árum. Sko. Þannig að veist, það er komið í lag og það er bara furðulustu hluti sem maður er að laga sko, ár aftur í tíman. Og ég er þá að borga skatta, en ég ætti kannski að fá eitthvað tilbaka. En ég kannski hætti bara aftur. En þetta er óskaplega, sko, ég lýsti í að ég hef orðið alveg óskaplega sár þegar ég sá þetta. Vegna þess að það sem er rauninni mitt verið að segja er það að bara lyfin get ekki, af því að stendur ekki í seðlinum og þau virkja fullorðið fólk, þá getur þau ekki virkað. Þar alveg sé ekki réttlætanlegt að niðurgreiða þau og sem þýðir þá að það sem við erum að glíma við, það sem ég og Halldór erum að glíma við, að skilaboðin frá stjórnvöldum eru þau að við höfum ekki rétt að fá neina aðstoð til að berjast það sem hrjáir okkur. Og mér finnst bara að vera mjög lítið gert úr því.
og þetta mjög mikið hjartarsmál vegna þess að þetta hefur verið erfitt. Það hefur verið erfitt að glíma við það í gegnum alla skólagöngunum, gegnum alla vinnuna, að mistakast aftur og aftur og aftur og aftur. Að standa ekki undir væntingum, að bregðast yfirmönnum, að bregðast fólki sem að reyna að þjónusta, að bregðast fjölskyldunni sinni. Og svo loksins þegar maður komin á þann stað að vera búin að átta sig á því hvað að og fá greiningu, ekki bara í einhverju serióspakka, heldur faglega greiningu, að þá koma skilaboðan á ofan, þetta er ekki alveg, þetta er fake. Og það er bara, ég get ekki sætt mig við að það sé eðlilegt að þessi hópur sé tekin út og strikaður út. Haldið það geti haft áhrif á þarna, það sé einhvern veginn undirliggjandi þó að kom ekki fram að það er að misnota þessi lyf og það hefur mikið verið fjallað þau í því samhengi, þau gera mikið gagnsumum en aðrir misnota. Hefur það einhver áhrif á það að ríkið vil ekki niðurgreiða? Finnst ykkur það líklegt? Ég hef grunum að þarna höfum við kosið á þing einhvern sem á bátt með að setja sér í spor annarra og þá kannski okkar feill, en einhverju hluta vegna hefði ég ekki lesið mig í gegnum skýrslu á blaðsíðu, alla leiðina á blaðsíðu 28, en ég fann á landlæknir.is. Þar sem sagt leiðbeiningar svona klíníska leiðbeiningar greiningu á ADHD og þar fjallað skammtastærðir fyrir fullorðna og meðferð fyrir fullorðna. Þannig að þarf þessi snillingur ekki að leiðrétta þá landlækni líka. Já, þannig að þetta eru svona svolítið þversagnarkenndar upplýsingar einhvern veginn sem eru þannig inn í kerfinu? Algjörlega, og í rauninni hvernig þetta er afgreitt með 2 setningum þannig í fjárlagafrumvarpinu og vísa einmitt í einn hlut og það hefur ábyggilega sín áhrif umræðan misnotkun á þessu lyfjum. Það er ekkert ásættanlegt einmitt að menn taki svona ákvörðun án þess að kynna sér málin í höggur og tala við, til dæmis bara landlæknisembættið sem hefur gefið það formlega út að það sé ekki bara hægt og eðlilegt, en það eigi að fara í það að greina fullorðna með ADHD og veita það meðferð, þar á meðal lyfjameðferð, með þessum lyfjum. En við treystum náttúrulega illa útlendingum, en professor Biedermann okkur við Harvard fjallaði þetta allt í rannsókn 2006 og þar kemur fram að 4,4% fullorðinna séu haldin ADHD og hann mælir með þessari lyfjagjöf. Þannig að það eftir að leiðrétta ansi marga greinilega. Já, en hvað getur fólk í ykkar sporum þá gert núna þegar þetta er fyrir þinginu? Hafið þið eitthvað verið að lobbyast svo við notum nú vont mál? Hafið þið verið að tala við eða reyna að hafa áhrif til þess að þetta komist ekki í gegn? Er þetta að gera eitthvað slíkt ef þetta er svona mikið hjartarsmál? Mín aðferð er að benda og hlæja, en það er betra í lögfræðingurinn hjóli. Já, ég meina, auðvitað hefur það sín áhrif. Þetta liggur núna fyrir þinginu. Þetta er tillaga eins og hún kemur frá ráðuneyti. Og það verið að laga aðeins á hljóðið? Já. En Ekki gott yfir hljóðið. En svo get ég náttúrulega talað hreint út og fengið þó lögfræði aðstoð hjá þér. Það geti bjargað. Já, nákvæmlega. En hvað viltu gera í þessu? Nei, þetta er bara tiltölulega einfalt mál. Það er einhver staðar inni í ráðuneyti eða stofnanakerfinu hefur ákveðið þetta að vera góð hugmynd á mjög röngum forsendum. Og þetta er fyrir þinginu vegna þess að þingið ákveður þetta. Þannig að þingmenn geta bara sagt, nei, við gerum ekki svona laga. Þetta er ekki eðlilegt. Og ég meina, þar með bara málið dautt. Og ég skrifa þingmannum þetta og ég ætlast bara til þess. Mér finnst þetta að vera það galin hugmynd að allavega nokkri af þessum 63 sem að sitja þetta niður við Austurvöll, þeir hljóta að sjá það og þeir hljóta geta haft þau áhrif að þetta verði tekið út úr frumvarpinu. Ég vil finna út hvað stakk upp á þessu því að ég held að viðkomandi sé mjög í hættu með að taka smálán. Því að þetta er einhver sem að hugsa daginn í dag en ekki morgundaginn. Já, það er ekki flókið. Það er einn allsherjar fordæming á þessu hjá ykkur, heyri ég. Þetta er dómur, ekki fordómur. Já, við skulum sjá hvernig spilast úr þessu. Það er náttúrulega ekki búið að afgreiða þetta inn í þinginu, þannig að mögulega verður eitthvað breyting gerð þarna og ég þakka ykkur allan fyrir að koma hingað til okkar í Kastljós. Takk hérlega.